Já, bara, já, einmitt, allt sem bara eitthvað aðeins hægra með við vinstri sko öfgahægri í augum margra. Einar bara í Parísarhjólinu og er það ekki? Það eina sem maður sér á honum. Trendið sko í þessari vinstri pólitík í dag að tróða sem flestum á sem fæsta fermetra. Hver verður næsti formaður Sjálfstæðisflokksins? Ég held að Bjarni sé ekkert að fara hætta. Já, ég með þetta kulnunar dæmi. Ég ætla alveg, sko, auðvitað held ég að kulnun sé eitthvað sem alveg raunverulegt og þetta getur alveg, fólk getur lent í þessu, en hins vegar held ég í mörgum tilfellum sé fólk bara að fara í eitthvað leyfi af því það er eitthvað erfitt og leiðilegt í vinnunni, sko. Jó, já og nei, ég meina við höfum alltaf þurft að flytja allt inn og það er bara flott að við förum að flytja inn sement frá Kanada eða Bandaríkjunum í staðinn fyrir Kína. Ég held ekki að kínverska sement sé bara drasl, þeir nota sand af hafsbotni til að framleiða og það hefur ekki þótt gott að vera með mikið hátt saltmagn í steiktum veggjum, en ok, út úr. En já, nei, ég meina Kanada, það hefur verið mjög öflug gagnrýni þar einmitt á uppbyggingu á húsnæði, það er mjög öflugur maður hann í stjórnarandstöðunni sem verður svona næsti forsætisráðherra Kanada. Kann ekki bera fram nafni hans. Pierre Poilievre, já, einmitt. Hans gagnrýni í rauninni mjög svipuð og við hefur verið gagnrýni sem hefur beinst gegn borgarmeirihlutanum minna heima. Það er svona einhver þétting byggðar sko, en Kanada er með náttúrulega gríðarlegt landflæmi, það er alveg nóg pláss til að byggja þar, en það er líka svona lóða úthlutun á vandamál þar sko. Þannig að þetta virðist vera svona einhvern veginn trendið sko í þessari vinstri pólitík í dag að tróða sem flestum á sem fæsta fermetra, en ég heyri ekki annað en að sko viðhorfið til þess sé að breyta svolítið, bara hjá almenningi. Því ef stjórnmálamenn alltaf ef að þeir telja sig alltaf geta haft fullkomið vit fyrir fólki og og þegar fólk er bara ósátt við eitthvað, neini þú skilur þetta, getur miklu betra svona. Þú veist, þetta hefur svolítið verið svona í Reykjavík og virðist það verið þannig líka í Kanada, en ég held að það séu mjög margir komnir með meira en nóg að því. Ég held það líka og þess vegna sko Javier Milei og Pierre Poilievre eru svona ákveðin að mínu mati mjúk lending á þessu svona þessari hægri sveiflu sem óumflýjanlega mun komin hingað. Já, og ég er alltaf að reyna að hugsa sammála því. Já, ég held að þetta sé sko og allir eru eitthvað, ég man, þú veist, eins og fyrst Milei kom upp, þá var hann öfga hægri maður, þeir eru aðeins farin af því út af því að verðbólga er vissulega að fara niður og ég meina hann er ekkert að tala þessu svona hefðbundnu, það sem er kallað öfga hægri, það er ekki hægt að nota þetta hugtak. Og það er þessi einhvern veginn bara slegið á allt sem að bara vinstrinu mislíkar. Já, bara, já, einmitt, allt sem er bara eitthvað aðeins hægra með við vinstri sko er öfgahægri í augum margra. Já, og það sem ég er einmitt sko, það sem ég er búin að vera reyna að brýna sérstaklega fyrir sjálfstæðismönnum er að, þú veist, látið ykkur svolítið þetta að kenningu verða. Allt sem er að gerast núna bæði í Evrópu, sem mér þykir vera mjög varhugavert, þetta er að brjótast út í miklu svona Nigel Farage útlendingahatri, skilur, og það er alveg hægt að færa rök fyrir því að þeir þurfa að takast á við gríðarleg vandamál og sem að Nigel Farage er að benda á. Þú veist, það er ekki þetta bara einhvern veginn að afskrifa allt þetta, þú veist, alla þessar kjósendur sem ólýðræðislega kjósendur. Það er eins og Konstantin Kissin hefur sagt að sko, ef þú vilt útrýma eða takast á við öfga hægri þá ættir kannski að prófa að bara hlusta á það sem að fólk er að reyna að segja. Í staðan fyrir að vera bara bara öfga hægri menn sem er ólýðræðislegir. En eins og segið, þetta er svona efnahagslegt hægri sem er að sjást í Kanada og í Argentínu. Mér hugnast það miklu betur og ég held að við þurfum að fá allavega snefil af því inn á okkar kerfi. Einfaldlega út af því að ég meina við erum í stórkostlega vandræðum með ríkisreksturinn. Hann stækkar og stækkar, við erum alltaf að framleiða rosalega mikið, Bjarni Ben kemur og státar sig á því hvað er mikið framleiðsla og hvað er mikið hagvöxtur, en á hverju sjáum við það þá ekki? Já, hann alltaf er hagvöxtur hérna, hann er meira en annars staðar, við fengum að vísu samdrátt inn á fyrsta fjórðungi en það voru bara tvær megin skýringar fyrir því, það sem allir þekkja að það var ekki loðnuvertíð, þar vantaði 20 milljarða og svo eru náttúrulega þessar skerðingar á raforku sölu til stórnotenda 10%. Það eru bara svona 12-16 milljarðar á hverjum einasta ársfjórðungi. Það er bara eins og aflaverðmæti 5 frystitórar á ári. Þú veist, þetta er svona það samhengi sem að fólk áttar sig á að þegar við erum að gefa eftir raforkutekjur í erlendu gjaldeyri þá erum við að gefa eftir lífsgæði því við þurfum hann gjaldeyri til að flytja inn alltaf dót sem við þurfum að borða og nota. Ekki vera svona vitlaus, við notum þetta bara inn á heimilin.
Nei, ég meina, það eru bara margir sko, sem að, sko landið þetta, ég sagði þetta nú við einhvern tímann því talaði áður, þeir eru nú búin að viðurkenna það sko að það þurfa að draga úr lífsgæðum, en þannig að við erum búin að taka við erum að taka fyrsta skrifið í því núna með því að taka rafmagnið af stórnotendunum og nota það á innlenda markað og það kostar nokkra 20 milljarða ári, þannig að taka önnur 10%, taka og missa nokkra 20 milljarða í viðbót að gjaldeyristekjum og sérstaklega núna það sem að ferðaþjónustan virðist vera okkur svona skurðpunkti sko, það sem Íslandi bara orðið ansi dýrt, það var náttúrulega alveg hörku dýll að koma inn á 2009 til 15-16 en núna þetta svo kallega raungengi þó að evran sé búin að vera 150 kall í mörg ár, þá eru laun búin að hækka ekki 70% síðustu árin sko, þannig að raungengið er að nálgast þitt sögulega hámark, þannig að það er bara þú veist, farir hambúrgar og kók ykkur staðar okkur svona venjulegum veitingastað kostar það bara $60 eða eitthvað meina, en sko ákveð skrifast það er bara 3 sinnum meira en í New York sem er nú ekki ódýr borg. Nei, nákvæmlega ég hef myndi vera íhuga þetta en sko, núna er maður að sjá, voru hjá Sprengisandi núna fyrir skömmu að tala um það að þyrfti einhverja herferð frá ríkinu menna þau hafa verið undan þegin vera á konum skattaafslætti ferðaþjónustan í mjög langan tíma. Já, það er lægri vaskurinn er ekki 11%? Já, sko, vaskur á sem þetta sé nauðsynja að vara. Já, sem er náttúrulega matar að eitthvað, já, og það sem ég hef verið að hugsa um sko, og ég veit að sko, þjóðmálastrákarnir hafa stundum verið að takast á þetta sko, hvort þetta sé jafn mikil nauðsyn fyrir Íslands hagkerfi þeir góðu drengir nákvæmlega, sjátt átt á þá ég verið einhvern veginn að hugsa þetta bara, þú veist, svona frábært að hafa þetta, ég hef alltaf verið þegar ég lapp bæinn og sé alla þessa túrista og bara sé dollaramerki bara fyrir Íslands hagkerfi, ég er bara yes, meira en núna er ég búin að vera að hugsa sko, núna þegar þau eru komin í einhverjar sko, svona hagsmunabaráttu það er einhverju bestu lobbyistar á landinu örugglega þessi ferðamanna innar bransi sko. Og ég einhvern veginn sé núna bara það hljómar eins og þegar maður Sprengisandi það bara, þú veist, það er rosalega dýrt eins og þú varst að segja, bara $60 fyrir hambúrgar og kók ákveð skrifast það ef það er ekki eftirspurn menna þá þarf ekki eitthvað að vera niðurgreiða framboðið sko. Og þú veist, núna var ég að sjá allir mynd á hann eitthvað og rúnstykki á 2500 kall algjörlega stór gali en ég minna ef einhver kaupir þetta, þá kaupir hann þetta ef einhver er ekki að kaupa þetta, þá kaupir hann þetta ekki og mér finnst þetta vætti bara svona að standa og falla með því en núna erum við einhvern komin á þann stað bara ég menna við þurfum að fara henni aftur í einhverja herferðir fyrir ferðaþjónustuna út af því að það er svo erfitt að vera lítið fyrirtæki sem er í einhverjum litlum rekstri Það sem er náttúrulega sko mér finnst það með ekki einfalt að þetta niður í annarkvæmstu ferðarþjónusta frábær eða gagslaus, það er ekki alveg þannig það eru auðvitað þannig að, þú veist, jákvæðafleðingarnar eru þær að þetta náttúrulega hafði mikið að segja með það að Ísland svona reif sig aftur í gang eftir að sparakaldi tætlirina fyrir 15 ára síðan þetta eru mikla gjaldeyristekjur, þetta eru upp til 300 milljarðar ári sem ferðamennir eru að strauja hérna sko, í formi flugferðgjalda, gistingar svo bara einhver aðþreying og matur og drykkir og allt þetta þetta er búið að lífga við marga staði á landsbyggðinni og bara hefur gjörbreytt stöðunni allviða en hins vegar sko að þú berð þetta svona sem atvinnuvegs saman við sjávarútveg eða raforkuframleiðslu og sölu til erlendra aðila eða hátækni innan eins og Marel og svo, Össur sem er náttúrulega vísu komin á landi en er samt ennþá hér sko það er önnur fyrirtæki að koma fram við erum með Alvotech og Controlant þetta er svona þekkingarinnar og þarna verður mikil virðisaukning til en það er ekkert svo mikill virðisauki í ferðarþjónustu þetta er fyrst og fremst bara svona velta þetta skapa mikið af störfum það mikið af störfum að þurfum að flytja inn fólk til að sinna þeim sem er bara fínt en í rauninni er þetta ekki atvinnuvegur sem byggir sko framtíðar hagsæld á að mínum mati en þetta, og það getur alveg verið rétt samhliða öllum kostunum sem ég nefndi áðan þannig að fínt að vera með öfluga ferðamannabransa en hins vegar ætti svona einhver atvinnustefna sem er í raun og veru ekki til á Íslandi ætti hún ekki að byggja á því að mínum mati út af þessu sem ég var að nefna. Mér finnst líka bara rökin að þetta hafi rifið okkur í gang eftir hrun vera svona eins og að segja við þurfum að fara að niðurgreiða fiskvinnslu á Siglufirði út af því einu sinni var hún svo arðbær
Já, ég meina niðurgreiðsla, ekki niðurgreiðsla, þetta eru lægri skattar en aðra atvinnugreinar, er það niðurgreiðsla? Þú veist, jú, þú getur litað þannig, en ekkert endilega, það er náttúrulega helling skatt ykkur á þessu líka. Nei, þau eru að fara núna fram á það að við förum einhvers konar herferðir út af við sem að ríki greiði fyrir. Já, setja ykkur pening í það. Það var gert þarna með Inspired by Iceland, ekki það satt? var það sem ég var að Nei, svo líka eru bara hlutir eins og þetta eldgos, það eru bara mikla afpantanir út af því. Og Bláa lónið náttúrulega er sá ferðamannastæður sem hefur komin vest út úr þessu eldgosi og Bláa lónið er bara frekar stór hluti af aðdráttaraflinu til Íslands. Það er saman hvort þú koma inn í 3 daga eða viku, þetta er á checklistanum hjá nánast öllu sem koma og ef að Bláa lónið er ekki opið þá held ég að þeir hafa bara sagt það sjálfur, þeir sem eru að sinna kynningamálum og hagsmunagæslu fyrir ferðarþjónustuna að Bláa lónið sé svona það er af og á fyrir marga sko. Já, það er af og á fyrir marga þannig að þið komist ekki þangað eða það er eitthvað tvísýnt þá jafnvel bara hætta þér við af því að þú getur, það er alveg rétt sem sagt er sko, þú getur alveg fengið sömu upplifun í Norður-Noregi eins og hérna sko, það er alveg jafnvel stærri og glæsilegri fyrir þér ef eitthvað er. Ekki verið að segja þetta en að segja hvað mér finnst skrítið að við höfum ekki náða að kapitalisa núna á þessum eldgosum. Ég veit ekki sko, er það út af því að það er náttúrulega miklu meira tilfinningamál út af því að fólk hefur einfallega bara mist húsnæði sitt og ég þekki, ég á ættmenni sem hafa mist húsnæði sitt hana og þetta tekur þungt af fólk. Já, sjálfsög. Ekkert mikið til umræður enda. Nei, þetta er bara mjög sorglegt að það sé bara heill bær þarna sem að er, þú veist, manni finnst nú ólíklegt að hann muni ná fyrir styrk sko í fyrirsjálfari framtíð. Já. Ég meina, ert þú að fara að vera með börnin þarna? Ekki í nánustu framtíð sko. Nei, ég er að segja, þú veist, þessar sprungur allar og íþróttahúsið farið í sundur og þetta er náttúrulega alveg ömurlegt. Já, þetta er fullkomlega ömurlegt. Og eins og segið, þú veist bara, þetta er bara einkennismál, ég meina fólk er, þá grindvingar, grindvingar er þá að keppa í körfubolta og öllum þessum íþróttum, en samt veit ekki svona, það er ekkert eitthvað svona, hvað þýðir þetta, skilur við? Nei. Rosalega erfitt, en við samt kapitalæsum ekkert á, manstu, sko, þegar við vorum í reipinu og Þórólfur ekki snerta reipið og fara COVID. Já, þeir lokuðu gönguleiðinni út af smitvörnum og þetta var eina sjóið sem var ekki cancelað sko í COVID, það var þetta eldgos. Það var eitthvað sem sagði það. Já, ég meina, en það var líka þetta var bara stórkostleg kynning fyrir landið. Já, þá var þetta einmitt þetta túristakos, en þetta er ekki túristakos núna, þetta er bara. Af hverju ekki? Nei, bara þetta er miklu stærra og þetta er bara miklu nær náttúrulega Grindavík eins og við sögðum á hann og svo líka bara er ansi stórt orkuver þarna og það væri bara mjög slæmt ef það ditt út. En á hverju getur ekki fólk farið að skoða þetta? Það er það sem ég er að velta við vorum svo spennt fyrir að skoða þetta. Er það ekki bara þarna var þetta, gastu labbað upp á okkar fjall og hortið yfir á þetta, þarna er þetta bara okkur flatlendi og þú veist, þessar gusur upp úr þessari sprungu þegar það er að byrja, þetta er bara eins og Hallgrímskirkja sko, þannig að þetta er svona aðeins meira brútal heldur en hann í byrjun. Ég myndi samt vilja senda þessar svona helstu áhrifavalda með drónuna sína eitthvað búið til myndbönd. Það var örugglega miklu betur landkynning. Já, örugglega. Þetta var alltaf, eins og segi, hörku landkynning til að byrja með, en núna er þetta orðið svona aðeins alvarlegra, ég meina eins og þetta er borið á borðið í erlendu fjölmiðlum bara í vekki og þetta heilan bæ bara eins og það séu allir í stór hættu sem hann alltaf er ekki, þetta er bara svona öryggisráðstöfun og reyndar mikið svona forræði síkja í kringum þetta, svona fólki bannað að fara heim til sín og allt þetta en auðvitað náttúrulega bara átt á endanum að bera ábyrgð á sjálfum þeir sko og vera bara upplýstur hættunar. Nei, ríkið elska þig. Hérna, sko, þú mættir hérna bíl sem að eyðir örugglega 20 lítrum á 100. Já, innan bæjar mögulega, já. Eftir smá þá verður þetta bara eins og að bera hakakrossin. Sko, hvort er umhverfisvænna bara að keyra þennan bíl út eða að kaupa glæniðan bíl? Það er ekki punkturinn. Hvað er í lengi að vinna upp kolefnisfótsporið að því að kaupa nýjan bíl? Þú verður að horfa á optics, skilurðu. Þú verður að horfa á hvernig fólk er að fara að meta það á hvaða bíl þú keyrir. Það snýst ekkert hitt, sko. Sko ég held nefnilega einmitt að þorri fólks sé ekki þar sko. Þetta er einmitt svona kannski dæmi eitthvað svona línu sem er lögð í pólitíkinni sem að svona kannski ekkit allir endilega tengja við. Þú veist að tala um að það var banna nýskráningar dísil og bensínbíla eftir 3,5 ár. Já, það er það sem er að fara að gera. Það verður ekki þannig að sko, það verður bannað að nota þessu orkugjafa að þú mynd bara ekki geta flutt inn nýja svona bíl sko. Af hverju? Út af því að við höfum rætt um orkumál hérna áður, við höfum rætt um jarðefnaeldsneyti, ég hef rætt þetta við Gulla þar sem ég mitt færði rauk fyrir því bara af hverju erum við að ljúga okkur, hann
sló ekkit það að borðinu. Hann sló ekkit það að borðinu að við værum einfaldlega bara að bulla í sjálfum okkur með þessum loftslagsmarkmiðum. Menna, Kína tekur ekki þátt í þessu, Indland tekur ekki þátt í þessu, það er enginn að taka þátt í þessu nema Evrópusambandið með einhverju gullhúðun og við tökum þær reglur og gullhúðum þær og byrjum nýjálsverðir það er nú halva ómögulegt að vera gullhúða þetta og dreifa það einhvern veginn tilbaka en samt erum við bara einhvern veginn já, heyrðu, það er enginn annar í heiminum að gera þetta svo að ég viti og við bara, já, hættum bara bönnum fólki þetta árið 2028. Svona sko í samhengi við þetta þá þetta reyðast upp fyrir mig það sem var gert já eiginlega fyrir akkurat 3 árum í júní 2021 þarna einhverjum 2-3 mánuðum fyrir kosningar þá voru við með þetta sama markmið á öll Evrópuríkjum að ná kolefnishlutleysi net zero 2050 í júní 2021 þá voru samþykkt lög á Alþingi þar sem þessu var flýtt til 2040 og við erum búin að færast sko fjær kolefnishlutleysi frá 2021 ekki nær því sko og þetta, þú veist, og þetta er auðvitað bara sett fram sko sem einhver svona góður vilji og eitthvað markmið en eins og þetta er allt saman að trenda hérna núna þá er þetta ekki fara að nást og ég held að þetta með að banna nýskráninga 2028 í staðan fyrir 2035 held ég að hafi verið síðan svona línan í Evrópu sem menn er að flýta þessu 7 ár Þetta er auðvitað alveg hægt skiluru en mér finnst ólíklegt að þetta náist við erum bara ekki nefn menn farið á 1 milljón á morgun í að byggja upp infrastruktúr til að hlaða þessa bíla ég meina það er kannski svona 20 í þessu þegar kemur að orkuskiptum í vegasamgöngum það fyrsta er auðvitað bara frábært að vera rafmagnsbílum, hreinna loft, minni útblástur og allt það þó að verða vísi til tölur útblástur við framleiðslu þessar bíla en það er bara vandamál hjá einhverjum öðrum eins og þessi kerfi eru sett upp í dag en svo er það hitt, ég meina við erum að flytja inn olíuvörur fyrir 120-30 milljarð ári það er alveg efnahagsleg rökkur í því að rafvæða samgöngureitna eins miklu leit og hægt er ég meina það bara sparar okkur gjaldeyri að því að við eigum við mikið orku ég meina það er náttúrulega þessi umræða sem við oft tekið skilurðu, þú veist við erum svolítið uppselt núna en ef við myndum þá farið það að setja upp meira afl og reisa fleiri virkjanir og bæta flutnings- og dreifikerfi og ná svona ná einhverju svona bestu ná kerfi hjá okkur þá þetta er alveg til mikils að vinna bara það kemur að því að spara gjaldeyri og þú eru ekki að flytja inn allt þetta bensín og annan dísel þú veist, mér finnst það bara rök í sjálfu sér og í rauninni sterkari rök en hitt sko en það að flýta þessum markmiðum þegar við erum þú veist, akkurat á leiðinni hinátturna er í mínum huga kannski já svona bara ef við orðum að fallega þá er það bara svona aðalega eitthvað svona yfirlýsing góðan vilja í þessum efnum sko en þetta er ekki raunhaft eins og er nema að það veri allt sett á 1 milljón bara í næstu viku sko þá er þetta kannski hægt en svo auðvitað er þetta líka sko bann við nýskráningum þú veist það verður alveg ennþá fullt af bensínbílum hérna eftir 2008 hvað er þetta núna? 8% held ég bílaflotans sem eru hrein bílar eða hvað sem þetta nú já þú tekur þess að tengi tvinn með þá er þetta nú eitthvað herra þá er þetta nú nær 20% sko já þetta er orðið en rafmagnsbílar hreinir eru 8% já en ég er nú samt þeirra skoðunar bara svona persónulega að ef að markmiðið er að draga úr olíunotkun þá eru þessir hybrid tengitvinnbílar miklu betri í laustið þess ég meina þú getur lithium og koparinn og allir þessi málma sem þú þarft í að framleiða batteri í eitt svona nýja rafmagnsbíl dugar í 7-10 hybrida þannig að þá getur við skipt út 7-10 ökumönnum sem er þá kannski búin að draga úr sinni olíunótkunum 80% í staðin fyrir einn sem dregur úr 100% já ég meina algjörlega þetta er svona stefna sem að Toyota hefur verið að taka og fengið á sig mikið hattur út af því bara ef við ætlum að minnka olíunótkun þá er hybrid miklu betra sko en nei algjörlega og ég meina ég er á tengitvinnbíl og ég sko er hliðan á hverjum degi en ég fylla á hann sko örsjaldan allir einabæðarakstur er á rafmagni og ég meina þetta hefur verið stórkostlega ódýrt ég fyllir lendar sjaldan á minn líka sko já maður er með 80 lítra tank og ég keiri ekkert svo mikið ángríns ég keiri bara í golf og hingað fyrst heim til mín og svo hingað hérna, nei, ég sko því ég skil alveg þú veist, það er alveg hægt að færa rök fyrir þessu efnahagslega en það eru alveg rök sko það eru alveg rök en ég er að hugsa þetta því við erum að tala um aðföng og svona logistics ég skil ekki hvernig þetta fer heim og saman bara að við, sko, okkur skortar orku
og að við séum að fara að ná þessu markmiði á 4 árum. Þetta svona, og það að ég mitt að banna þessa hérna nýju bíla út af því ég meina við vitum ekkert hvað mun koma til með að gerast á næstu 4 árum. Þetta gerir svo hratt og öll þessi loftslagsmarkmið hafa verið svona hálf galin. Já. En svo ég líka búin að spá í sko, leikjafræði Sjálfstæðisflokksins í öllu þessu. Þetta mun ekki koma til með að auka kjósendur Sjálfstæðisflokksins út af því að þeir eru ekki alveg þarna og það eru allir orðnir svona freka þreyttir á því að þurfa einhvern veginn að haga svona lífi. Við erum með hérna einhverja moltutunnur heima hjá okkur sem að mygla og búa til rottur og búa til einhver meindýr sem að við vitum ekki svona hvað og núna á að banna að hérna kaupa bensín- og díselbíla. Hvað Sjálfstæðisflokkurinn eiginlega að spá? Og hvernig ósköpunum ætlaði rétt úr kútnum því að sko Diljá ætlaði að vera hérna, hún þurfti að út af því það eru náttúrulega þinglok núna þegar við erum að tala saman eða svona þeir eru að reyna að koma því á laggina sem er náttúrulega ekki komið til með að gerast á næstunni. En ég ætlaði að mynda að spyrja hana sko út af því ég alltaf að hugsa svona leikjafræðmódel, svona skilur hvað gerist ef þú gerir þetta, hvað gerist ef þú gerir þetta, hvað gerist ef þetta og þú svona reynir að marka þér eitthvað svona sérstöðu þegar það kemur að kosningu sem styttari heldur en við höldum. Ég sé ekki leiðina út úr þessu fyrir Sjálfstæðisflokkinn og það eins og þeir sko séu alltaf að setja hérna, hefur ekki séð mýmið þegar að setja prikið inn í hérna, inn í teinan á hjólinu. Já. Nei, ég hérna er sammála því, ég held að þetta sé ekki mál sem að